Takk fyrir, ég verð nú að segja að mér finnst nú sko háskólarnir hafa staðið sig vel því að ég hef sko persónulega kennt 2 af frummælendum og ég hugsaði með mér að býtu, vá, þegar kemur að því að ég hef kennt rektor, þá er ég hætt. Þannig að en ánægilegt að fá að vera og ég satt best að segja hef verið að hugsa svona framtíðina og vinnumarkaði í langan tíma og var svo heppin að þegar þurfti að skella á nýjum kúrs eins og gerist stundum við háskólann að þá fékk ég val og ég sagði mig langar að kenna framtíðar vinnumarkað og síðan eru liðin ykkur 4 ár og aumingja blessaði nemendum mínir geta stundum verið þolinmóðir við mig og ég byrjaði náttúrulega með allt einhvern veginn í hausnum á mér og ekkert fast á blaði og svona vegis en það sem að vakti athygli mína þegar ég fór að framreiða efnið, af því þegar maður þarf að kenna þá þarf maður að framreiða eitthvað ákveðið efni, var það að ég fór að spurjast fyrir hver að sjá þetta hjá hinu opinbera og þá var bara að horta á mig og sagði, hvað meinarðu? Það hlýtur að vera einhver sem sér þetta á vegum hins opinbera, svona hugsa hver eru trendarnir og hvað að koma og svo framvegis að því við stöndum í rauninni á tímum sem eru svo merkilegir. Það var bara, nei, byrju, það var þannig einhver upp á Keldum, skiljið þið vitið, það er einhvern veginn enginn inn í hinu opinbera að hugsa það sem er að koma, allavega gegnir ekki því sviði sem að mér finnst ótrúlega merkilegt og síðan hef ég lært það að það eru ekki mjög margar stofnanir á Íslandi sem eru að huga að þessu. Ég vissi sem var að ég var bara sett aftast á frummældaskrá þannig að það yrði búið að segja allt sem ég ætlaði að segja. Þannig að við erum búin að fræðast heilmikið hvað þýðir þessi 4. iðnbylting og ég ætla bara rétt aðeins að horfa til framtíðar og fortíðar. Í janúar hef ég ferðast á 2 mjög ólíka staði, þekkið hvaðan þetta er tekið. Sjá hana sjálfur reyndar tekna en þekkið hvaða staður þetta er, einhver sem er komið hérna. Þetta er Dubai. Dubai er borg sem er núna telur 2,5 milljónir og í rauninni þegar við erum að fjalla framtíðina þá þurfum við svo mikið að hugsa borgir. Ég var á hóteli þarna hóteli sem var 2 turnar, þeir eru 74 hæðir, ég var á 54. Og ef þið hafið komið til Dubai, hverjir hafa komið til Dubai? Það er eins og að ganga inn í framtíðina. Það er að segja að þetta eru bara mjög háar byggingar, þeir eru búin að byggja. Þeir fara búa til nýjar eyjur þar sem þeir setja stórhýsin á, þeir búa náttúrulega til gosbrunni eins og í Las Vegas og svo framvegis. En ég meina hvaðan sprettur Dubai? Þetta er ekki ósvalega gömul borg í sjálfu sér. Hún er þeir arabarnir sem komu 1799 og tala að hefðu komið 800 sem voru tengdir fyrsta emiritanum. Þeir komu til að fara á kafa eftir perlum. Það er að segja það var það sem þeir lifðu á, það var að selja perlur og alveg fram til 1929 þá var það sem þeir gerðu og þegar það var heitast yfir sumartíman þá fóru þeir aftur inn í eyðimörkina og fara í uppspretti þar til vatn vegna þess að það var einfaldlega of heitt. 1929 fellur perlumarkaðurinn og þeir þurfa að fara að huga einhverju öðru þannig að þeir fara að búa til hafnir sem eru fyrir viðskipti þannig að það eru hafnir sem að koma og síðan dreifast allan heim og síðan er það 1966 sem að finnst olía og okkur hætti til að hugsa já það er náttúrulega bara olían sem að skýrir hversu vel þeim gengur og svo framvegis en þeir hafa haft svolítinn huga á því að þeir eru búin að setja sér stefnumörkun fyrir 2030 þegar þeir segja olían verði búin að þeir muni vera, það muni ekki hafa áhrif á þeirra hagkerfi. Og þegar maður kemur þá skynja maður af hverju, auðvitað eru með mjög ódýrt vinnuafl í öllu sem að snýra að láglaunastörfum, en það er líka bara þessi tækninýjungar, þessi vísindahugsun, þessi hugmyndafræði það hvernig við förum fram á við. En það var önnur mjög ólík borg sem ég heimsótti í þessum mánuði líka og þetta er Dhaka sem er í Bangladesh og þarna þessi borg telur núna 18 milljónir. 18 milljónir. Það er talið að hún verði ein af stærstu borgum heims hún er náttúrulega nú þegar ein af stærstu borgum heims en þarna eru í Bangladesh búa 160 milljónir og þeir eru á landsvæði sem er minna, það er helmingurinn af Bandaríkjamönnum og þeir eru á landsvæði sem minna en Iowa-fylki í Bandaríkjunum. Þeir eru svakalega fátækir og ég veit ekki hvort þið sjá í myndina sem er fyrir ofan, þegar maður kemur þá eru öll skilningaveiti, þegar maður fer til Dubai þá hittir maður alls konar fólk. Það er af öllum kynþáttum, talar öll tungumál, það er
þið vitið á öllum stigum hvar sem að þá ertu alltaf að umgangast fólk sem er mjög ólíkt. Ég sá aldrei neinn af öðrum kynþætti en þegar ég var í Bangladesh heldur en Indverja. Það að segja að þetta eru múslimar, þetta eru 90% múslimar, þeirra saga er svo að þeir voru náttúrulega tilheyrðu Indlandi til 51 þegar að þeir urðu að Pakistan og 1971 að þá fóru þeir í stríð við Pakistan og semst urðu sjálfstætt ríki. En það er bara kaos, það ríkir bara kaos. Þið vitið, allar þær reglur sem vestræn manneskja þekkir eru ekki til. Þegar þú kemur í umferðina, það er ekkert einhver sjálfstýrðir bílar. Ég veit ekki hvort að sjálfstýrðir bílar ættu séns, en það er allavega svolítill tími í það. Þeir eru hins vegar góðan séns í Dubai. Þið vitið, það er ekkert vinstri hægri, það er ekkert, þið vitið, þeir nota ekki stefnuljós, þeir bara flauta. Þannig að skilningavitin hjá mannesku eins og mér sem alin hér upp, fara algjörlega bara í hrærigraut. Og af hverju er ég að segja ykkur frá þessum 2 borgum? Jú, vegna þess að þetta er framtíðin. Framtíðin er svo að árið 2030 munu 2/3 af mannkyni búa í borgum. Og það mun skipta gríðarlega miklu máli hvernig borgirnar eru uppbyggðar til þess að geta nýtt allt þetta sem Ari var að segja og sjálfbjargðina sem við erum búin að heyra bara frá Heimi og Margréti. Þá verðum við að hafa vinnuaflið og við verðum að hafa getuna sem að borgirnar búa yfir. Og satt best að segja, þá fæ ég stundum vægt áhyggjukast þegar ég hugsa til þess hversu fá við erum. En til þess að hugsa þannig að þegar við sjáum ég setti þessa mynd til gamans, að hér erum við að tala að þegar við þurfum að horfa á vinnuaflið, eftir hverju erum við að horfa, við verðum að hafa fjölbreytni. Það er að segja fjölbreytni á vinnustöðum fyrir að skipta svo miklu máli til þess að ná fram nýsköpunni og þekkingun á tækninni og geta blanda þessu saman. Og hvað eru við? Við erum númer 14, ég veit ekki hvort, þetta er borginnar. Já, þetta sést ekki alveg. Sem sagt að hér til hlíðar erum við að meta löndin út frá fjölbreytni og þar við sjáum það ekki, ég skal bara segja ykkur það, þar eru við númer 14. Skandinavía er hærra heldur en við og ástæðan fyrir því að við erum númer 14 er einfaldlega vegna þess að það er verið að telja konur. Þar sem við skorum alltaf gríðarlega hátt þar, en þegar kemur að því að skoða fjölbreytni í samsetningu og vinnuafli þá erum við mjög langt fyrir neðan. Það er að segja hversu margir eru innflytjendur, hvernig eru við að nýta það og við komumst ekki eins og blað í sambandi við borgir. Og veitir að ég bara, ég ætla ekki að segja ég get ekki sofið yfir svo því ég á frekar auðvelt með svefn. En þetta er eitt af því sem að skiptir máli að horfa á að borgarsamfélagið verður miklu mikilvægara. Og bara það hvernig er borgin, hver er menningin, hvernig er að laða að fólk, hvernig getum við laðað það, ekki nóg að hafa háskóla, við verðum að hafa samfélagið sem að styður það. En til þess að hugsa framtíðina þurfum við aðeins að, mér finnst best að setja þetta í samhengi við sögur. Þetta eru ættmæður mínar. Þar við kannski standa hér fyrir upptökuna. Ég sá það á þér fyrirgjöf, ég gleymi alltaf. Þetta er alltaf sama sagan. Okay. Þetta hér er Elisabeth Kristjánsdóttir, langa amma mín. Hún var fædd 1857, 4. október 1857 í Dýrafirði. Og bara svona til að setja þetta í samhengi að þá var hún sko rúmlega 1,40 og hún gat skverað sko að því ég voru að sýna áðan öl, hvernig bjórinn var til í tunnunum. Hún gat sko borið eina svona tunnu frá Höfn og upp að bæ. Þegar hún fæddist og hún var vinnukona, þið vitið, það var hefðbundið því sem hún gat gert ráð fyrir aftur í kynslóðir. Skiljið, hlutirnir höfðu ekki mikið breyst. Í kynslóði fyrir aftan hana gátu konur, konurnar sem að þarna fyrir aftan gert ráð fyrir því sama. Þær fættust vinnukonur, þær giftu sig, þær eignuðust börn, þær unnu á svipuðum stað. Þær fættust þær fluttu ekki langt frá því sem þær fættust. En það gerði hún það ekki, hún bjó alla tíð í Dýrafirði. Hins vegar nær hún náttúrulega í skottið á því þegar önnur iðnbylting að hefjast og togararnir eru að koma. Hún flytur á Flateyri, auðvitað bjó hún náttúrulega í Torfbæ, hún flytur á Flateyri, þaðan sem að dóttir hennar sem að fædd 1898, Jóna Ágústa Sigurðardóttir sem sagt fyrst fædd bjó náttúrulega fyrst í Þorkófa, hún bjó í Dýrafirði líka en flytur síðan sem sagt þegar hún orðin komin með börn og buru þá flytur hún til Flateyrar og það engin tilviljun að hún flytur til Flateyrar vegna þess að þá fór sem sagt þá langafi minn á sjó og þaðan var hún var húsmóðir
en hins vegar tók að sér kostgangara, þannig eins og gekk og gerðist að hún semst seldi þeim sem að þurftu á því að halda upp á mat. Síðan kemur semst amma mín sem handa lengst til vinstri, hún náttúrulega fædd í Torfbæ en elst upp á Flateyri, hún kemur hins vegar til Reykjavíkur, svona fyrsta kynslaðan sem að koma til Reykjavíkur fyrir að vinna hér sem vinnukona hjá frú Sigurðsson og meðal annars læri söng, fer svo aftur í sveitina, eignast 12 börn, þannig kemur mamma mín sem að flytur svo til Keflavíkur því þar voru atvinnutækifæri, þetta bara fylgir iðnbyltingunni. Nú ég sjálf fædd 1966, alin upp hérna í Keflavík og flytt svo í bæinn. Hérna dóttir mín sem það dætur mínar 2 sem þarna í miðjunni. Svo eldri 26 ára, nýbyrjuð að vinna hjá utanríkisráðuneytinu. Hún búin að fara í skóla í 3 löndum. Hún búin að fara í skóla í Bandaríkjunum, hún búin að vera í skóla í Danmörku, hún búin að vera í skóla í Bandaríkjunum. Þess fyrir utan hefur hún alltaf verið á námskeiðum annars staðar í heiminum. Hún talar 4 tungumál. Skiljiði, sú sem þarna sem að fara að fermast, hún alltaf talar ensku en hún talar líka við símann sinn. Hvað þið mörg sem tala við símann ykkar? Þannig að hún segir við símann sinn Siri, who's my husband? Og þá svarar Siri, hvað heitir þetta? Justin Bieber. Þannig, og svo er hún búin að prógrama hann til þess að þið veitir, hringdu í mömmu, hún talar náttúrulega við símann sinn á ensku. Ég meina eftir 5 árum mun ég geta sagt ykkur ýmislegt hana. Þessi þróun, bara ef þið hugsið Elísabetu Kristjánsdóttur og hennar ömmur og hennar formaður, það hafði ekki mikið breyst. En þessi þróun í lífi okkar, hvernig við lifum lífinu, hefur verið gríðarlega hröð. Við erum samt sem áður með sama heilan, skiljiði. Við erum samt sem áður með sama heilan sem að hefur verið að þróast í 100.000 og nú eru vísindamenn reyndir að segja 200.000 ár. Sem að gefur okkur nákvæmlega sem fyrirmælin það hvernig við eigum að lifa lífinu, en við erum að lifa lífinu á svo allt annan máta heldur kynslóðir aftur. Þannig að þróunin, þó að hagvöxturinn reyndar hafi ekki, hefur náttúrulega verið hraður og allt það, að þá þróun í því hvernig við lifum gríðarlega hröð. Og hvað þýðir þetta? Jú, þetta þýðir þetta hér. Það þú veist, það kemur bara, já, þetta allt eins, þetta verður allt eins og svo framvegis og svo bara allt bam. Veldisvöxtur í heimi tækninnar svo gríðarlega hraður og kannski höfum við svolítið verið hingað til að bíða. Bara já, en þetta nokkuð að gerast? Það hefur þetta eitthvað breyst svo mikið. Af því að stundum finnum við ekki svo mikið fyrir því hvaða áhrif það hefur á líf okkar. Mér langar að minna á það staðinn, munið þið hvenær snjallsíminn kom fram? 10 ára og 1 mánuð, nákvæmlega. Hann fær 8,9 þessi kurs. Þannig að það sem sagt 2017 sem að snjallsíminn kemur fram og ég segi stundum, hann hefur getu á við 5.000 borðtölvur fyrir 30 árum. Og hvað það sem við ekki gerum í honum? Einu sinni sagði ég alltaf að eina sem við gerðum ekki væri að elskast, en það vist komið app fyrir það líka. Þannig að það ekkert og hversu tengd við erum segir okkur svolítið til það hvernig við upplifum breytingarnar. En núna erum við stödd á stað þar sem við erum í dyragættinu á þessu hér. Við erum í rauninni að fara inn í einhverja allt aðra tíma og það sem að mér finnst svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir að við höfum ekki ímyndunaraflið. Þegar að Jónama stóð á 4. áratugnum og þær sáu í fyrsta skipti flugvél fljúga yfir Dýrafjörð, þá stóðu á hlaðinu og sögðu, Guð minn góður, þetta stálfugl með fólki í? Já, segir hinn, Guð veri yfir þeim. Og þá sagði hinn, segðu nú heldur undir þeim. Skiljið, þið vitið, það bara 3 kynslóðir þar sem að við vissum ekki eins og hvað flugvél var. Ég meina, þið vitið, dætur mínar get ekki bara gert ráð fyrir því að ferðast miklu meira heldur en ég, heldur líka munir verða miklu eldri. Þannig að þessar dætur mínar geta gert ráð fyrir að verða yfir 100 ára, ef þær fara nú að eiga börn sem að væntanlega og vonandi gerist, að þá geta þau börn gert ráð fyrir að vera 106 til 112 voru að segja ýmsir framtíðarsérfræðingar, sumir eru farnir að segja að við verðum eilíf, vegna þess að við erum kannski hugsanlega stödd á þeim tíma þar sem að tölvan og mannsvitundin að renna saman og það bara rosalega skemmtilega pælingar sem að verður gaman að fylgjast með. Ok, einu sinni sagði ég við stjórnendur þegar ég var að kenna að þeir sem að læra mannustjórnun eða eru á stjórnunarlínu eða verkfræði eða hvað sem þið verðið að kunna reiknisald, þið verðið að kunna á áskýrslu, þið getið ekki verið stjórnendur nema að skilja áskýrsluna, þið veitir. Bara það bara ekki hægt, vegna þess að það bara eins og
já, eða bara það var þannig að ég hvatti alla sem komu í viðskiptafræði úr öðrum fögum að leggja sérstaka áherslu á fjármál. Núna segi ég við alla stjórnendur og ég fullyrði það við ykkur hér inni, þið verðið að geta lesið vísindi. Og þegar við tölum vísindi þá náttúrulega sami hallinn þar eins og í öðru hvað þykir gott og hvað þykir slæmt og hvað þykir flott og hvað þykir ekki flott og svona meins. Við erum alltaf að tölum mjúk og hörð vísindi. Og ég sko mjúk kona og hef barist fyrir því alla ævi að það sé gott að vera mjúkur en það líka gott að þegar við erum að tala vísindi þarf ég að tala bara svo til þess að taka því allar skal ég tala hörð vísindi, það að segja náttúruvísindi, ég að tala eðlisfræði, ég að tala efnafræði, ég að tala gervigreindina, ég að tala það við verðum öll að vera læs. Við getum ekki lengur fungera sem stjórnendur ef við erum ekki læs á vísindi. Og það þýðir að við þurfum að opna fyrir ýmislegt sem að sömu fólki finnst bara hundleiðilegt. Eins og til dæmis bara hversu mörgum hinni finnst skemmtilegt að lesa vísindaskáldskap. Þetta þýðir ekki raunhæft að þið þýðir á þessu fundi. En mjög mörgum finnst þetta alveg ofboðslega leiðilegt. Að það einhvern veginn að opna fyrir og skilja hversu mikil að því við erum stödd þar sem ímyndunaraflið getur ekki, við getum ekki nota það sem að þessar ömmur mínar, þær hafa, ég get ekki leitað í DNA til að skilja framtíðina. Við vitum þetta, það verða og eru orðnar 4 kynslóðar á vinnumarkaði. Hvernig eigum við að geta staðið undir því að fólk hætti að vinna 65, 67, 70? Stundum þegar ég sagt þetta við fólk þá segir það sérstaklega það komið nálægt þessum aldri, það segir, hvað meinum, ég ætla bara að hætta. Og þá segir ég gætna, og hvað ætlar að fara að gera? Ég ætla bara að fara að spila golf. Og þá horfi ég bara fólk og segja, ætlar ég alveg að spila golf í 35 ár? Og það eru mjög margir kallmenn sem segja þá við mig, þú greinilega aldrei spila golf. Við vitum hvað það sem skiptir máli til að láta okkur líða vel og eitt af því sem skiptir máli að ljá lífi okkar merkingu. Og það ekki þannig að þegar við erum, sko við verðum, bara það sem Ari var að tala í sambandi við krabbameinsrannsóknirnar, við erum nú þegar stödd þar sem að stóru sjúkdómandi krabbamein og hjartaáföll eru hætt að taka í sama mæli og þau gerðu. Auðvitað mun þessi tækni, hún nanotæknin og allt þetta sérst að koma til, ég meina þetta skiptir náttúrulega máli hversu ríkt hagkerfi við þess að geta tekið á við það, en við munum vera heilbrigðari miklu lengur. Það þýðir að það algjörlega tilgangslaust og í mínum mati algjört mannréttindabrot að ætlast til þess að fólk hætti að vinna 70. Það bara bull að mínum mati. En það þýðir ekki, svo segir fólk að ég er með ónýta kennitölu og þá ætla ég að tala við ykkur atvinnulífið. Komið að því að ég tali við ykkur, þannig að vandamáli ekki kennitalan. Vandamáli aldrei kennitalan. Vandamáli það hvernig þú heldur við. Og ef að fólk heldur sér við, og það það sem að blasir við okkur í háskólanum, við þurfum að vera að taka við fólki af því að það eru miklu fleiri lífstig, þá erum við að taka við fólki á öllum lífstigum. Við þurfum líka að taka 1 ár í burtu frá því sem við erum að gera til þess að opna hugan fyrir því sem að koma og svo framvegis. Það þýðir að alveg sama hvort út 75 eða 25 eða 55 aldur mun ekki skilgreina okkur lengur. Vegna þess að við erum einfaldlega að gera það sama. Við erum að viðhalda okkur, við erum að sækjast eftir nýjum störfum, við erum í rauninni framan eftir allri ævi þangað til rétt undir blálókin að sem sagt halda okkur á tánum. Svo veljum við að sjálfsögðu hversu mikið, hvenær við viljum vinna mikið og hvenær ekki. Þannig að það sem að blasir við okkur í kjölfarið á allir sjálfbærninni, í kjölfarið á því hvernig hlutir að breytast, það að stjórnandi sem ekki læs á vísindi, að stjórnandi sem ekki getur stýrt 4 kynslóðum, bara svolítið outdated. Þannig að, til að draga saman, þetta bara þannig, bara old is the new black. Og fyrir ykkur strákar, þið vitið það ekki, þá þetta tískuslagorð. Þannig að við erum hreinlega að komast í tísku sem erum orðin eldri og við erum ekki bara sexy gagnvart vinnuveitenda og það ekki bara mikilvægt að þjálfa okkur til þess að verða ennþá betri, heldur höfum við líka reynsluna og tengslin við það sem að hefur verið og þar af leiðandi getum betur oft nýtt okkur sem stjórnendur. Af hverju? Af því það sem við þurfum fyrst og fremst þetta og þetta búið að segja oft. Við þurfum starfsmenn sem geta lært, það skiptir engu máli. Ef að þú ætlar að hætta að læra þegar þú ert 52, þá getur þú bara að pakka saman og fara að gera eitthvað annað. Skiljið, þá ég ekki bara að tala formlega menntun
Ég ekki bara að tala háskólagráðurnar og hvort þær tikka inn, ég að tala að vera með, að vera á tánum, að fylgjast með því sem að koma, að láta það ekki koma sér óvart eða hvað það að skríða aftan sér. Þannig að við þurfum að geta lært og það hæfni sem að við þurfum að auka með börnunum okkar og menntakerfið, að því að Lilja var að tala áfram, þarf að undirbúa börn með þeim hætti að þau séu opin fyrir lærdómi. Við þurfum náttúrulega að geta komið upplýsingum á framfæri. Í Dubai, þið vitið, bara á hótelinu sem ég var á, sem var alveg dásamlegt, það voru svo mörg þjóðabrot sem voru að vinna þarna að ég hef ekki getað komið tölu á það. Svo sest maður upp í flugvélina og þá telja þeir alltaf upp, þegar við verðum flogið með þeim og þá segir alltaf, í dag í áhöfninni 14, fólk frá 14 löndum. Sem sagt, og ef að þið vantar að tala eitthvað annað tungumál heldur en ensku, þá getur þú tala bla bla bla. Þetta bara framtíðin, þið vitið. Svona verður þetta. Við verðum að geta tala við fólk sem ofboðslega ólíkt okkur. Og fyrir mig að tala við fólk í Bangladesh, bara áskorun vegna þess að það svo rosalega ólík lífsreynsla sem þar á bakvið. En þetta eitt af því sem að unga fólki okkar miklu betri en við í að gera. Þegar ég tala félagslega ábyrgð við 23 ára gamla krakkar sem að læra hjá mér, þá eru þau öll búin að ferðast til Asíu. Þau tala miklu betri ensku heldur en ég. Þau hafa mörgulítið stærra svið heldur en ég sem viðmiðun. Nú bara að geta tengt saman og skilið heildarmyndina, to connect the dots á ensku, það rosalega mikilvægur eiginleiki og við kennum það með einum öðrum hætti en þú þarft allavega að geta lært það og síðan bara þú verður að geta byggt upp góð sambönd. Þannig að gömlu hrossin, sem sagt í stjórnunarháttum, og ég meina við erum öll hross, ég ekki að segja að það sé við erum ung og gömul og við erum reynslu mikil og við erum reynslu lítil og svo framvegis og við getum öll verið hross, en það sem að skiptir máli til þess að ná fram því besta, þá engin vafi að þarna erum við komin að einhverju sem heitir kannski mjúkvísindi sem að lærast með einum með öðrum hætti, við þurfum að finna leiðir til þess að auka samskiptahæfni okkar. Af því að fjölbreytnin svo mikið lykilatriði, þá verðum við að geta tala við mismunandi hátta. Eitt af því sem við þurfum að endurskilgreina og þá bara kalla ég til ykkar, við verðum að endurskilgreina nýtt og búa til ný frammistöðum. Það mun ekki duga þetta ég ætla bara að telja einingarnar sem við erum búin að gera og hversu hratt þú gerir það. Við höfum róbóta til þess. Við munum hins vegar nýta gervigreindina til þess að geta séð afköst og við vitum það að þær stéttir sem meðal annars munu missa störf millistjórnendur. Við þurfum ekki á þeim lengur að halda. Eftirlit komið til í krafti gervigreindar mjög oft, en við þurfum mikið á því sem heitir common sense á ensku og visku að halda. Hvað það sem stjórnendur þurfa að gera? Jú, þeir þurfa að skapa framtíðarsýn. Það sem skiptir mestu máli og ef þú ert ekki inn í framtíðin þá getur ekki skapa framtíðarsýn. Það bara ekki flóknara en það. Ef þú ert ekki kynnaður hver að koma, ef þér finnst það ekki brjálæðislega sexy og áhugavert, þá ert ekki þar. Þannig að það mjög mikilvægt að reyna að finna allavega einhverju sem eru þar með þér. Að horfa á heildarmyndina og að geta verið drifnir. Vonandi erum við að komast á stað þar sem við erum drifin áfram að samkenndin ekki egoi vegna þess að það algjörlega ljóst að það svo framtíð sem blasir við, hún svolítið winners take it all. Ef ég, sletti svona hræðilega, sigurvegarnir verða sterkastir. Ef við horfum á fyrirtæki eins og Amazon, þá fæ ég alltaf líka svona smá áhyggju hroll yfir því. Amazon sem að fekk forskotið, það skiptir svo miklu máli fyrir fyrirtæki núna að ná forskotinu, náttúrulega bara á bókamarkaði, orðið fyrirtæki sem á orðið hálfan heiminn og nú síðast keypti það Whole Foods. Þannig að þeir í rauninni orðnir svo stórir að Walmart sem næst stærsti verslunar risi Bandaríkjanna, hann nær held í 30–40% stærð Amazon. En Amazon ekki með stórar höfuðstöðvar. Skiljið, þessi heimur í rauninni þýðir að við þurfum að horfa allt öðruvísi út frá samkeppni og samkeppnisforskoti og þess vegna þurfum við sem stjórnendur verður lykil hugmyndafræði, hvers stjórnanda fyrir sig, að það það sem að kalla að búa yfir visku. Við höfum aldrei líklega fyrr haft eins mikla þörf á því að vera leitt áfram af réttum leiðtoga.
með rétta leiðtogahæfnina. Einhver sem drifinn áfram á samkennd með þeirri og framtíðarsýn gagnvart fólki en ekki sínum eigin hagsmunum. Því það vitum við í gegnum söguna getur orðið mjög hættulegt. Þannig ég ætla að lesa fyrir ykkur ljóð að lokum sem er söngur Háskóla Íslands. Jónas Hallgrímsson sagði þetta. Og ég elska þessi orð og ég hef mér alltaf fundist ég vera bara pingu lítil þegar ég les þessi orð og þau eru fyrir ofan hátíðarsal okkar í Háskóla Íslands og mér finnst ég var sem hugsaði í morgun ég ætti kannski bara að ramma þau inn að því ég stóð fyrir frá hátíðarsalinn og var að horfa á þau og ég vissum að þið þekkja þau flest og þau eru svo. Þetta skrifaði Jónas þetta er 5. kvæði til þegar hann skrifaði til herra Páls Grönveldi, ég get ekki sagt það. Vísindin efla alla dáð, orkuna styrkja, viljan hvessa, vonina glæða, hugan hressa, farsældum vefja líð og láð. Tífaldar þakkir því bera færa, þeim sem guðdóms eldin skæra, vaka og glætt og venda fá, viskunar helga fjalli á. Það þarf ekkert að bæta neinu við. Framtíðin ef okkur ber ekki gæfa til þess að efla viskunar viskunar eld og með því að ýta undir vísindi, menningu og gott samfélag og ég tala ekki lifandi borg. Já, ég vil ekki bara segja að við gerum það. Þannig að þá verður þetta gott samfélag. Takk fyrir mig.